Áfram rúllar boltinn hérna í föstudagsþætti N4. Akureyri vikublað komið út aftur eftir nokkurt hlé. Nýr ritstjóri Indíana Ása Hreinsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Blaðið það komið aftur út eftir hlé. Að skrifa svona vikublað, það nú ekki bara svona gert deginum áður? Nei, en þú veist, ég bara náttúrulega að byrja, þannig við sjáum bara hvernig það þróast. En þú hefur verið töluvert í fjölmiðlum? Já. Ætli ég hafi ekki byrjað á djefa fyrir 12 árum, tæplega kannski, og verið þar meira og minna með smástoppi á Fréttablaðinu. Og þú ert að taka við þessu blaði núna, þannig að þú ert að flytja þá norður aftur eða hvað? Nei, ég flutti jobbi með mig norður á sínum tíma, þannig að ég búin að vera hér slatti. Og bara gaman að fá að prófa þess að gera svo þið á N4 að beina athyglinni að nærumhverfinu í staðan fyrir að vera alltaf að pæla í öllu landinu og kannski svona celebs og eitthvað. En blaðið heitir Akureyri vikublað, en ég sé að þú ert með ágæta frétt úr Skagafirði, þannig að blaðinu dreift allt Norðurlandið. Já, frá Bakkafirði skilst mér til Hvammstanga í hvert einasta heimili. Og það náttúrulega fullt áhugaverðu fólki og fullt áhugaverðu að gerast þar, þannig að mér langar bara að tjekka því svæði líka. En svona burðarásinn í blaðinu, það viðtal við nýjasta íbúa Akureyrar, getum við sagt, sem sagt við sýrlenskan flóttamann. Já, Feirús tók á móti mér og ljósmyndara á nýja heimilinu þeirra, niður á Eyri. Yfirskriftin þessu mun ég aldrei gleyma. Það verið í raun og veru að segja að hún muni aldrei gleyma þeim hörmungum sem að hún og fjölskyldan hefur upplifað í þeim viðmælandi sem sagt. Já, en leiður hún að halda í vonina að börnin gleymi. Þau eru þá ung og börn eru þannig gerð. Þau eru auðveldara með það. Komast yfir erfiða hluti. Og þess vegna eru það að koma til að gefa börnunum sínum möguleika á almennilegu lífi. Þessi kona sem að þú tala við, hennar fjölskylda, hversu stór hún? Þau eru hjón með 7 og 9 ára börn, 2 börn. Og þau höfðu verið á flótta töluvert lengi, eða ekki? Já, þau höfðu flúið til Líbanon fyrir 3 árum og bjuggu þar bara við ávarillan kost. Þannig að þau tóku þessu tilboði eða boði feginsendi. Þrátt fyrir að vita ekkert Ísland. Já, þau vissu bara ekkert? Ekki neitt. Ekki hún allavega, segir hún. Hún bara dansaði og söng. Hvað svona sýndist þér? Þau svona smám saman að kynnast lífinu og öllum hefðum og svo framvis á Íslandi? Ég talaði við þau þegar Þorrablótur var í hámæli og henni fannst það áhugavert og var að tala hún að heyrt hvað við varum að borða og svona. En mér finnst þau bara að það rosalega vel tekið á móti þeim. Hún segir að krakkarnir í hverfinu, ef þau fara út í bíl, þá allir bara að veifa þeim og fólk brosir til þeirra í búðum og þannig að ég held og vona að þeim líði bara rosa vel hér. Talandi krakkana, þú einmitt segir í viðtalinu að krakkarna hafi út í glugga þegar þú komst og þau sjá yfir á skólalóðina í bænum. Þau voru ekki byrjuð í skóla allan þegar þú tókst viðtalið? Nei, þau voru spennt að byrja. Já. Og ég veit að krakkarnir líka í hverjum voru búin að spyrja eftir þeim og svona. Það sem að skipti þeim náttúrulega miklu máli. Ég held við séum bara að gera þetta ótrúlega fallega. En stuðningsfjölskyldunar sem hafa verið myndaðar til þess að halda utan þessar fjölskyldur, hefur eitthvað kynntir það, hvernig þetta allt saman fungerar? Nei, sjálfsög ekki. Þau bara töluðu þær og töluðu fallega þær, en annað lítið. En þú skrifar líka síðan leiðara sem þessa upplifun þína að heimsækja þessa fjölskyldu og þar þú að tala að vandamál okkar Íslendinga, það sé nú svolítið léttvægt. Já, auðvitað það. Það margt sem betur mætti fara. Þú einmitt nefnir að eitt stórt mál í þjóðfélaginu hérna, það var að Ísland hefði ekki komist áfram í handboltanum á Evrópumeistaramótinu. Já. Samfélagið fer náttúrulega liðin eins og við allir ef það gerst eitthvað svoleiðis í Eurovision og þetta okkar vandamál. Og við horfum á fréttir og sjáum hvað gerst út í heimi, þetta náttúrulega bara hlægilegt.
En þessi stuðningsfjölskylda, hún kannski hefur ekkert mikinn áhuga, eða finnst þetta vandamál ekki vera mjög stórt miðað við það sem að þau hafa upplifað? Örugglega ekki. Svona þegar þú gerir þetta upp, heldurðu að þessi ferð sitji svolítið í þér svona? Að hafa heimsótt þau? Já. Já, algjörlega. Og mér finnst bara ekkert sjálfsagt mál að þau opni heimili sitt fyrir mér. Þannig að ég bara, mér finnst það bara, þetta, ég mun aldrei gleyma þeim. Indíana Ása Hreinsdóttir, ritstjóri, þakka þér fyrir spjallið og komin og gangið þér vel og við höldum hérna áfram rétt á eftir.